Já, hér komin spurning frá Álfheiði Mörtu Kjartansdóttur. Hvað þýðir það að vera fjárráða? Já, þetta nú dálítið flókin spurning, þannig ég hef ákveðið að svara henni með eins konar dæmisögu. Þetta þekkt dæmisaga sem mun skýra þetta algjörlega út fyrir þér. Þetta sagan refinn og vínberin. Það var vínberjaklasi sem hékk upp í tré og refurinn sá vínberin og hann langaði svo til að bragða á þeim. Og hann byrjaði að reyna að stökkva upp því að refir get ekki klifrað upp í tré og hann stökk upp og reyndi að narta í vínberjaklasan. En því miður þá náði hann ekki að stökkva nógu hátt og hann hélt áfram að stökkva og hann var svo hungraður. En því miður hann náði ekki að hoppa nógu hátt. Og endanum gafst hann upp og þá hugsaði hann með sér, já, þetta nú bara eins gott, mér langaði ekki í þessi vínber, þau eru örugglega súr. Áttarðu á þessu? Í þessu tilviki þá gæti þú til dæmis verið refurinn nema að vínberin þau eru ekki hangandi upp í tré heldur eru líklega bara í svona ávaxtaskál á borði beint fyrir framan þig og þú getur fengið þér þegar þú vilt og þú áttaði á hvaða myndlíking þetta er. Það var þetta þú sem sagt, orðin 18 ára, fjárráða og vínberin geta verið einhvers konar verðmæti eða fjármagn eða peningar og já, þetta nú þú áttaði á hvert ég er að fara með þessu.